Komið sæl og velkomin aftur, Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, velkomin. Takk fyrir. Kallaði formann áðan, biðst afsökunar á því. Þú skrifaði grein í Moggann fyrir 10 dögum síðan, þar sem að þú heldur því fram að allt tala aukin ójöfnuð í Íslandi, sem alltaf hefur svo sem verið tiltölulega fyrirferðar mikil umræða núna, og sérstaklega aðdraganda kosninga, sé bara einfaldlega rangur. Útskýrðu þetta fyrir mér. Ég held að þú hittir naglann á höfuðið sjálf, sko. Ástæða þess að ég skrifaði þessa grein var að ég var einn heima hjá mér að hlusta á eiginlega alla þætti eins og þessa heila helgi. Við hverjum einum og einasta þeirra kom vaxandi ójöfnuður til tals í þáttunum. Þannig ég fór einfaldlega á athuga, það er haldið utan þessi gögn á OECD, hvar stendur Ísland? Vegna þess að rétta leiðin til þess að meta þetta er alltaf svo að bera okkur saman við önnur lönd, til dæmis Norðurlöndin sem standa okkur nærri. Í ljós kemur að við bara skoðum þessar opinberu tölur að launajöfnuður á Íslandi er sá mesti, ekki bara á Norðurlöndunum, heldur innan allra ríkja OECD. Þetta þótti mér frettnæmt. Leið og rættir launaójöfnuð, þá hefur alltaf fylgt og launaójöfnuður hefur farið vaxandi á undanförnum árum. Það er ekki heldur rétt. Þar sem að launajöfnuður hefur aukist á undanförnum árum og þar vísa ég til talna sem birtar af Hagstofu Íslands. Þegar umræðu launajöfnuð er lokið, þá hefur jafnan komið fram hugmyndin, en eignaójöfnuður er sérstakt vandamál á Íslandi. Það er líka haldið utan þetta. Í ljós kemur að eignajöfnuður er sá mesti á Íslandi af öllum Norðurlöndunum og hann hefur aukist á undanförnum árum. Tökum dæmi. Undanförnum 20 ár hafa þau 10% sem mest eigið fé eiga átt það bil 64% alls eigin fjár, sem er mjög mikið. Þetta fór hæst, þetta hlutfall, í 87% skömmu eftir hrun, en stendur nú í 62%. Þannig að eignajöfnuður, ef við tökum meðaltal undanfarinna 20 ára, hefur aukist allt frá árinu 1996. Og ég segi, og þetta er svolítið ráðandi hlutur í þessari almennu umræðu, það ræðir enginn lengur þessi mál núna. Staðreyndirnar liggja bara fyrir. Og þetta er veikleiki, finnst mér, í þessu kerfi okkar. Að við erum alltaf að rífast staðreyndir. Við bara flettum þessu upp og það liggur fyrir að jöfnuður er svo mesti á Íslandi á Norðurlöndum. En þetta er samt sem áður töluverður ójöfnuður, sko. Ég meina, Þórður Snær, ritstjóri Kjarna, skrifaði í síðustu viku fréttaskýringu misskiptingu auðs og tekur það fram að ríkustu 20.000 fjölskyldurnar, sem eru þessi 10%, tóku til sín helming eigin fjár sem var til á Íslandi í fyrra. Hinn 90% skiptu með sér hinum helmingnum. Þetta er ójöfnuður. Það eru auðvitað ójöfnuður til staðar. En rétta leiðin til þess að bera þetta saman er að skoða þetta hlutfallslega á milli landa. Og úr þeim samanburði kemur að jöfnuður sé mestur á Íslandi af öllum Norðurlöndum. Það er hinn eini rétti samanburði í þessu dæmi. Af hverju er það endilega, þegar þú ert að tala aukningu eigin fjár og skoðar þetta öðruvísi heldur en hlutfallslega, þá ertu náttúrulega bara að tala ákveðna fjárhæðir og þetta verða náttúrulega gigantískar fjárhæðir þegar þú ert komin í þetta efra lag. Það er ekkert, þó við séum kannski stöndum ágætlega alþjóðlegu samanburði, þá hlýtur þetta að vera eitthvað sem við, þó fólk vil ekki hafa hérna kannski 100% jöfnuð og allir eigi jafn mikið, þá er þetta samt eitthvað sem þarf að hafa varan á að missa ekki böndunum og verði of mikið, þannig að við séum hérna í algjörlega lagskiptu samfélagi. Mín upplifun er svo að við búum ekki í algjörlega lagskiptu samfélagi. Ef við skoðum til dæmis bara tekjudreifingu á Íslandi, þá sjáum við að í kjarasamningum, til dæmis undanfarinna 7 ára, hefur verið lögð sérstök áhersla á það að lyfta lágmarkslaunum. Tökum dæmi, árið 2010 voru lágmarkslaun 165.000. Á árinu 2018 verða þau 300.000. Þannig að tvöföldun lágmarkslauna á 7 ára tímabili. Og svona hefur þetta verið í gegnum allan launaskal. Aukin áhersla hefur verið á það að hækka laun þeirra lægst settu. Því kjaraviðræður, hvað eru þær? Það eru ekkert annað en samningur jákvæða þróun samfélagsins, uppbyggingu lífskjara fólks. Og ég segi, þegar við ræðum flókin mál og kjaramál, þá verðum við að gera það á grundvelli staðreynda. Og það er það sem ég reyndi að gera og setja fram í þessari Morgunblaðsgrein. Þú talar að tekjujöfnuðinn og ég held að séu nú flestir sammála því að hann er minni en víða annars staðar. En þarf ekki, jöfnuðurinn er meiri, ójöfnuðurinn minni, þarf ekki
þú veist, það verður að horfa þá líka á útgjaldahliðina. Fyrir hverju þessi aukni kaupmáttur, sérstaklega þeirra sem að hafa lægstu launin. Hvað þarf að koma út á móti? Það hlýtur að þurfa að horfa til þess hvort að aukin kostnaðarþátttaka í menntun og heilbrigðiskerfinu og fleiri svona atriðum hafi áhrif. Þetta er góð spurning og gaman að skuldi nefna þetta. Ef við horfum til dæmis á kaupmáttarþróun á Íslandi á síðasta ári, þá var kaupmáttaraukning ríflega 7% stig. Það mikið eða lítið? Förum aftur í samanburði við aðrar þjóðir. Innan OECD og innan Evrópusambandsins var kaupmáttaraukningin rétt tæplega 0,5%, sem þýðir að kaupmáttaraukning íslenskra heimila í fyrra var ekki 10 eða 20% meiri en gengur og gerist í Evrópu. Hún var 14 sinnum meiri. Og ef við horfum 3 ár aftur í tíman, þá liggur fyrir og okkur hefur tekist núna á vinnumarkaði að skila 20% kaupmáttaraukningu til alls þorra manna. Og hvers vegna það? Jú, við fórum í mjög miklar launahækkanir á árinu 2015, 16 og 17, en verðbólgan hefur ekki látið á sér kræla. Þið vöruðu náttúrulega sérstaklega við þessum launahækkunum sem síðan, út frá verðbólgunni, sem síðan varð ekki. Alveg rétt. Og hvers vegna var það? Það eru 4 ástæður fyrir því að verðbólgan, sem okkur er svo tamt að tala um verðbólgu, það eru 4 ástæður fyrir því að hún hefur ekki látið á sér kræla. Númer 1, gengistyrking krónunnar var ekki fyrir séð, hún hefur styrkst 20-30% gagnvart erlendum gjaldmiðlum. Það er komin ný atvinnugrein hérna, sem er ferðaþjónustan, sem er að skila 500-600 milljörðum í innflæði gjaldeyris á hverju ári. Viðskiptakjör í útflutningi hafa verið einstaklega hagstæð á þessu tímabili og olíuverð á sama tíma verið mjög lágt. Og í þriðja lagi, afnám tolla og vörugjalda hefur skilað sér beint út í verðlagið sem hefur dregið úr verðbólguþrýstingi í verslun og þjónustu. Og nú kynni einhver að spyrja. Síðast þegar gengið var frá kjarasamningum varaði SA og greiningardeildirnar og Seðlabankinn öll við því að verðbólgan myndi fara af stað. Það gerist ekki. Nei. Er það ekki eðlilegt að við spyrjum núna? Já, við skulum bara hafa okkur með sama hætti og við gerðum síðast, aftur. Og svarið við því er nei, þar sem allir þessir 4 þættir sem ég taldi upp fyrir þér eru einskiptis aðgerðir í eðli sínu. Ef við gætum afnumið tolla og vörugjöld á hverju ári, þá myndum við gera það. Ég segi við þig, nánast með 100% vissu, að það er útilokað að krónan muni styrkjast 20-30% á næstu 3 árum eins og hún hefur gert undanfarin 3 ár. Við höfum verið að flytja inn verðhjöðnun frá evrusvæðinu, en þetta getur ekki gengið áfram. Og ástæðan er þessi. Raungengi á mælikvarða launa, sem er hvað? Jú, hlutfallslegur launakostnaður íslenskra fyrirtækja mælt í erlendri mynt. Með nokkra einföldun höfum við hækkað laun á Íslandi 30% á undanfarnum 3 árum. Laun í evrum hafa hækkað ríflega 50% á sama tíma. Og við á vinnumarkaði og í hagkerfinu öllu verðum að fara að temja okkur þessa hugsun. Stundum er mikið til skiptara og þá er þetta að sækja launahækkanir og atvinnurekendur hafa góða sögu að verja þessar mundir, enda höfum við skilað mjög miklum launahækkunum til alls þorra manna á undanfarnum árum. En stundum er minna að sækja eins og núna og þá er eiginlega besta hugsunin þessi að til þess að sækja fram getur stundum verið besta taktíkin að stíga 1 skref aftur á bak og reyna að verja það sem við höfum nú þegar. En þarf þá ekki að koma til einhver skref á allavega frá ríkisvaldinu, hækku persónuafsláttar, einhver væntanlega, ég meina húsnæðiskostnaður er náttúrulega stór útgjaldaliður í öllum heimilum hjá þeim sem eru tekið lág og tekið há. Það hlýtur eitthvað svona að þurfa að koma þá á móti að því að hér drýpur smjör að hverju strá er bara fullyrðing sem að ekkert öll heimili á landinu kannast við. Nei, en við verðum að skoða þessa efnahagslegu stöðu almennt. Förum bara stuttlega yfir hana. Ég fullyrði að allir óvilhallir menn komast þeirri niðurstöðu að staða íslenska hagkerfisins þessa mundir er mjög góð. Þá segir þú, já, finna það ekki allir. Kaupmáttaraukning skilar sér til allra og hún er 20% á tímabili. Verðbólga er lág og hver er stærsti útgjaldaliður flestra heimila? Þú sagðir það sjálf. Fasteignir. Og við finnum það að þeir sem eiga fasteign, þeir finna það með beinum hætti þegar verðbólga er lág. En vandinn á húsnæðismarkaði er kannski annar. Það er fyrst og fremst skortur sem er að keyra upp verð og þú tekur ekki að því í kjarasamningum. Nei. Mér langar að spyrja aðeins bara eignaskatta, af því það er töluvert verið rætt það núna í þessar kosningabaráttu. Þetta er umdeilanlegt, en getur í rauninni síðasta vinstristjórnin setti náttúrulega hérna af stað auðlegðarskattinn og þar voru þau gagnrýnd fyrir að taka
kannski á djúpt í árina að fólk sem kannski ætti ekki mikið laust fé væri samt sem áður að greiða þennan skatt. Er þetta efnahagslegur stöðugleiki náttúrulega mjög mikilvægur en ef þú horfir á ójöfnu verða til í eignum og lætur sem ekkert sé að þá grefur hann alltaf undan einhverju svona félagslegum stöðugleika. Svona eignaskattar, það eitthvað sem að... Ég ekki hlynntur eignasköttum, bara þannig ég svari því beint og þetta er umræða af sama meiði og átt hefur sér stað undanfarna vikur. Annars vegar þessi ójafnaðar umræða sem að mér finnst ekki að rétt á sér, gagnvart launatekjum. Lögð var fram tillaga það að setja á einhvern ofur hátekjuskatt. Svo þegar það er skoðað ofan í kjölinn, þá skilar það engu, veltu fyrir þér. Á tekjur yfir 25 milljónum króna á ári sem eru mjög háar tekjur. Ef við setjum 70% skatt á þær tekjur, þá skilar það 2,7 milljörðum í ríkiskassan á ári. Það er óbúslega lág fjárhæð í samanburði við heildartekjur ríkissjóðs. Sama með eignaskattana. Ef við leggjum á eignaskatta á hreina eign umfram 150 milljónir króna sem er mjög há fjárhæð, eins og nefnt hefur verið í umræðunni, er það að skila einhverjum á bilinu 5 til 10 milljörðum á ári. Þetta er ekki nóg til þess að loka því gati sem stjórnmálaflokkarnir hafa verið að ræða. Þetta er samt sem að umtalsverðar fjárhæðir. Þetta eru verulegar fjárhæðir, ég er alveg sammála því. En ég er að segja að þetta fer skamma leið að loka því gati sem nefnt hefur verið í umræðunni. En getur þetta ekki verið einmitt leið til þess að fyrirbyggja einhvers konar ástand sem ég nefndi hérna áðan að einhver partur þjóðfélagsins fari bara svo langt fram úr öðrum að veruleikinn hætti algjörlega að vera svo sami? Ef við veltum fyrir okkur, hverju mun þetta skila? Ég til dæmis trúi því að þetta muni litlu breyta hvernig eigna samsetning þjóðfélagsins er. Þetta mun vissulega skila tekjum í ríkissjóð og þetta er bara pólitísk spurning sem að pólitíkin og kjósendur verður bara að gera upp við sig. Við getum ekki tekið ákvörðun þetta. En stóra myndin er þessi. Ég held að þetta skili í mestafalli því sem ég var að lýsa fyrir þér og vandinn við þetta er að aðilar geta til dæmis bara farið úr landi brott með fjármuni og ég vil ekki að það gerist og við þurfum þá til þess að uppbyggingar í íslensku atvinnulífi. Það er aðalatriði í mínum huga. Það hefur svona einhverju leyti verið talað og nokkrir flokkar nefnt það sérstaklega að þeir hyggist lækka hérna tryggingagjaldið. Þið hafið náttúrulega svo sem lagt áherslu á það að það sé mikið þörf á því. Hverju mun það breyta hérna? Tölurnar í þessu, ég hef sagt brandarann, ef það er keyptur Gallup-vagn og fólk getur spurt, veistu hvað tryggingagjaldið er, þá er 95% íslendinga vita ekki og það er bara eðlilegt. Tryggingagjaldið er gjald sem atvinnurekandi greiðir hún á öll laun. Á síðustu árum hefur tryggingagjaldið aukist eða hækkað 30 milljarða í ríkisreikning og á næsta ári munu tryggingagjöld standa undir tæpum 100 milljörðum með fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp. Ég hef sagt að tryggingagjaldið sé vondur skattur þar sem það leggst á fyrirtæki sem skapa mörg störf og leggst hlutfallslega þyngra oft á minni fyrirtæki sem eru með hlutfallslega marga starfsmenn. Þess vegna hef ég sagt, besta leiðin til þess að halda áfram að byggja undir hagkerfið, byggja undir atvinnulífið sem er undirstaða verðmætasköpunarinnar, er svo að lækka tryggingagjaldið eins og búið var að gera fyrirheit um. Tryggingagjaldið hækkaði fljótlega eftir hrun til þess að standa straum af auknu atvinnuleysi. En vel að merkja, núna er atvinnuleysi á Íslandi nánast ekki, það er full atvinna. En engu að síður er tryggingagjaldið að skila 100 milljörðum í ríkissjóð á hverju ári. Hér er einhver skekkja, ofan að þessu þarf að vinda eru skilaboðin mín. En sko, af því þú nefndir sérstaklega þessi minni fyrirtæki, sko, hugnast ykkur að sjá hérna einhverjar sérstakar ívilnanir á einhver fyrirtæki undir einhverjum ákveðnum starfsmannafjölda? Mér lífið best í einföldum heimi. Mér finnst best að hafa almennar reglur sem taka til allra en það er sjálfsagt að skoða einhverjar útfærslur. Fyrir mér er lang einfaldast að lækka bara tryggingagjaldið á öll fyrirtæki en það liggja háu fjárhæðirnar hjá fyrirtækjum sem eru með 10 eða fleiri starfsmenn en það eru 3/4 hlutar allra sem starfa á almennu vinnumarkaði starfa hjá fyrirtækjum með 10 eða fleiri starfsmenn. Þannig að ég held við náum aldrei báðum markmiðunum að lækka verulega fjárhæð tryggingagjaldsins sem skila sér í ríkisreksturinn ef við undanskiljum stærri fyrirtæki þar undan. Hvaða annað er það sem atvinnurekendur vilja sjá svona koma út af þessum kostum? Ég sakna þess að það sé takmörkuð umræða það að ríkisútgjöld hafa aukist mjög hratt á Íslandi undanfarnum árum. Og aftur ef við vísum í þennan hlutfallslega samanburð á meðal OECD-ríkja, þá kemur í ljós að skattheimta á Íslandi sem hlutfall af landsframleiðslu er eins og allra hæsta innan OECD. Ég held að við ættum að fara að taka þessa umræðu, þannig að maður noti þetta vinsæla orðalag, hvenær er nóg, sko. Og sem dæmi það, aukningin í útgjöldum frá 2017 heim á fjárlagafrumvarpi 2018 er yfirlega 40 milljarðar króna. Göran Persson, sem var forstjóri og fjármálaráðherra í Svíþjóð, vann sinn stærsta kosningasigur
ekki það að ég sé að mæla honum bót. Hann vann sinn stærsta kosningasigur á því að lofa að skattar myndu hvorki hækka né lækka, en á móti myndu ríkisútgjöld ekki vaxa. Ég held að þessi angi hérna, það sé eitthvað sem við eigum að horfa á næstu árum. Halldór Benjamín, kærar þakkir fyrir komuna. María Rut Kristinsdóttir sest hérna hjá mér eftir örskamma stund.